Komið þið sæl. Nú höldum við áfram það sem frá var horfið og ættum núna að fjalla frekar þá líkamshluta sem einkenna hryggdýr sem að þroskast út úr þessum fósturlögum sem að við erum búin að kynnast í síðustu tímum. Ég ætla þó að fá að hoppa hérna yfir á rétta glæru, þar sem við vorum búin að fjalla hennan fyrir hluta. En nú fáum við upptöku af seinni hluta þessa glærupakka og þess sem er til umfjöllunar í síðara hluta annars kafla. Nú, við byrjum á húðinni, en húðin á sér uppruna úr tveimur vefjagerðum. Húðþekja, hún þroskast út frá útlaginu, en leðurhúðin þroskast út frá fósturbandsvef sem eru ferðafrumur eins og hnoðakampsfrumur. Á ensku heitir það mesenkím og þær eiga sér í rauninu uppruna frá útlagi líka. Margar hverjar. Á yfirhúðinni, aftur á móti, myndast svona verndarlag og það á einnig uppruna frá útlagi og kallast korklag eða periderm og eins og það heitir hérna á glærunni er það útlag yfirhúðar. En sá hluti húðfrumna, hann endurnýjast mjög ört við það þá að ystu húðfrumurnar, þær gangi gegnum einhvers konar hornmyndun, kallast á íslensku, en myndum segja keratinization á ensku. Þá flagna þær af, dauðar húðfrumur og mynda þar af leiðandi reglulega pláss fyrir nýjar frumur sem myndast þá í grunnhimnunni. En þið sjáu hér á glærunni hvar grunnhimnan er staðsett hérna á milli yfirhúðarinnar og svo hérna neðra lagsins sem að svo mun þroskast í leðurhúð. Jæja. En leðurhúðin aftur á móti, að hún mun þroskast út frá frumliðunum og þann hluta ásamt líka, ásamt hnoðakampsfrumunum. En leðurhúðin, hún þroskast út frá frumuhópi í frumliðunum, sómitunum, sem kallast þá húðgeiri. Vöðvageirinn í frumliðunum aftur á móti að þátt í að mynda vöðva og harðgeiri að þátt í myndun beina. Svo út frá þessum frumliðum myndast bæði vöðvar, húðhlutar og bein. En í fullþroska húð eru ýmiss konar líffæri og húðin er í rauninni eitt stórt líffæri og vegur 15–20% af þyngd, allavega manneskju. En innan húðarinnar eru ýmsar afleiður sem koma frá húðinni. Og þessar afleiður eru til dæmis kirtlar, það eru hár, það eru hreistur fiska, varnarhjúpur úr yfirhúð og sem kallast á ensku þá dermal armor á fornum fiskum sem eru útdauðir í dag. En svo líka á núlifandi spendýrum og örfáum núlifandi spendýrum og skriðdýrum líka, svo sem beltisdýrum eða armadillos og krókódílum, líka skjaldbökum. En nóg það, þetta sérstætt eru afleiður frá húðinni. En húðin verndar líkamann og fær upplýsingar umhverfi eigandans í gegnum ýmsar skynfrumur. En þykkasta lag húðarinnar í fullþroska húð þá er húðþekjan og leðurhúðin. Og inn í leðurhúðinni eru svo litafrumurnar sem að framleiða melanín, sem að valda því að húðin dökknar í sól, til dæmis. Leðurhúðin teygir sig niður í húðbeður sem liggur þá ofan á rákóttum vöðvavef, en efst á húðinni, þá ofan á húðþekjunni, liggur svo yfirhúð sem er til varnar. Og svo er það þessi basement membrane, himna sem að skilur á milli ólíkra vefjalaga í húðinni. En
Nú kíkjum aðeins á beinin. Látum okkur sjá. Hér hefur dottið út ein glæra sem í glærupakkanum ykkar, en það svona yfirlit yfir helstu gerðir stoðvefja sem þá steingerast eða mineralize. Svo ég segi ykkur bara frá því og þið horfið á þessa fallegu mynd af beinhluta á meðan. En þær gerðir stoðvefja í líkumum hryggdýra sem steingerast er það brjósk. Og í fullorðinsmynd þá það aðeins brjóskfiskar sem sitja eftir með brjóskið án beina í stoðgrindinni. Svo það stoðvefir eins og bein sem þá stoðgrind beinfiska og ferfætlinga, tetrapods. Svo það tannbeinið eða dentín og það steingerist mjög mikið eða 90% steingering og mjög hart efni. Glerungur aftur á móti enn harðari. Hann steingerist 99%. Mjög hart efni og það einkum í ysta lagi tanna í holdugum og ferfætlingum. Svo það sem sagt en-amyloid sem sambærilegt efni í ysta lagi tanna og hreistri fisk og sementum sem efni sem festir tennur í kjálka á margra hryggdýra. En í hryggdýrum sem sagt sérstök gerð steinefni sem kallast hydroxyapatite og það efnasamband kalks og fosfórs. Í skeljum lindýra til dæmis að finna öðruvísi kalkefni. Það kallast kalsít og efnasamband kalks og karbonats. En það sem ástæða fyrir því að beinvefur hryggdýra þróaðist ekki áfram með kalsít eins og með lindýra að hydroxyapatite þolnar gegn sýru og þarf í rauninni að vera það til þess að þola það þegar blóðið súrnar. En það gerist einmitt við loftfirrða-öndun í frumunum, þar að segja við áreynslu, þá losum við frá okkur mikinn koltvísýring og blóðið súrnar. En steingerður vefur hryggdýra samsettur úr kollagentrefjum og svo frumum sem framleiða einhvers konar prótínvefjakomplex, þar að segja einhvers konar beinefni. Og svo af kristöllum úr þessu þessu efnasambandi kalks og fosfórs sem kallast á hydroxyapatite. Það á kristallformi í beinunum. En brjósk oftast steingert og brjóskstoðgrindur að finna í hákörlum og öðrum brjóskfiskum. Bein í stoðgrind beinfiska og ferfætlinga myndað úr beinfrumum sem kallast osteoblast, en það myndað sem sagt beinvef. Svo það glerungur og tannbein. Það annars konar steingerðir vefir í hryggdýrum sem við finnum í tönnum. Þið kannist sjálfsagt við þessi orð og tengið það tönnum. En þessar vefjagerðir líklegast sterkustu vefirnir í líkamanum okkar og finnast því einna helst þegar í steingervingafundum þá það oft til tennurnar sem eitthvað heillegastar vegna þess hversu stór hluti þeirra steingerður. En áhugavert nokk að tennurnar þær ekki afleiður miðlagsins eins og flest bein í líkamanum. Já, allavega flest bein beinagrindarinnar. Heldur glerungur kemur hann frá útlagi og tannbeinið kemur frá þessum ferðafrumum, hnoðakampsfrumum og þær upprunnar frá útlagi líka. En svo það enamyloid, það komið frá miðlagi og hefur líklegast þróast aðskilt glerungi og svo það sementum eða tannskorpan. Hún líkist beini en festir tennurnar við kjálka og stundum verður sementum með hluti af tönninni. En nú skulum við skoða aðeins betur þessa fallegu mynd sem við höfum hér fyrir framan okkur.
En beinin, ef þið horfið vel á bútinn úr beininu sem að okkur sýndur hérna vinstra megin, þá eru þau alsett æðum þrátt fyrir að vera steingerð. Það gerir beinum kleift að endurnýja sig þannig að gamall beinvefur étinn upp af sérhæfðum blóðfrumum sem eru svokallaðar beinátfrumur og þær finnast í blóðinu. En eftir að beinátfruman hefur lokið sér af og étið beinvef sem það þarf að losna við, þá sjá beinmyndandi frumur að framleiða nýjan beinvef, eins og til dæmis afsakið mig, eins og ég aðeins það fyrir út, afsakið. Já, eins og beinmyndandi frumurnar sem við töluðum áðan. En þær heita einmitt osteoblast frumur. Nú skal ég reyna að halda mér við efnið eins og ég mögulega get. Það sem við viljum fjalla aðeins betur hérna að vegna þessara eiginleika að beinin geta sífellt verið að endurnýja sig, að þá eiga þau gott með að gróa og það gefur þeim ákveðinn styrk og þau geta framleitt nýjan beinvef. Og þessi eiginleiki til dæmis veldur því að ef við erum duglega að hreyfa okkur, þá viðheldur það beinvef og styrkir beinin frekar heldur en ekki. Og þeir sem til dæmis halda við í þyngdarleysi lengi, að þeir tapa beinvef og þurfa að byggja hann upp aftur. Þannig að þyngdarkrafturinn hefur mikil áhrif á það að örva beinvefsmyndun hjá okkur. En skoðum aðeins nánar byggingu beinsins. Ytra lag beina, sem þétti hluti þess og stundum kallaður börkur, alsett örsmáum göngum sem kallast Haversian-göng og merkt hérna með rauðu letri. Það reyndar eftir breskum eðlisfræðing, Clopton Havers. En í þessum göngum yfirleitt 2 háræðar og svo taugaþræðir. Og þessar rásir eru myndaðar úr svona kollagenþynnum sem að geta dregist saman og í gegnum þessu göng geta flust boð milli frumna í beininu. Það mikilvægt að frumurnar eiga í góðum samskiptum sín á milli til þess að bæði að losa sig við ýmiss konar efni og senda boð sín á milli og upplýsingar hvort að eitthvað þurfi að laga og svo framvegis. Bein eiga ýmist uppruna sinn frá útlagi og kallast það dermal bones eða húðbein og svo eiga þau líka uppruna sinn frá miðlagi og þroskast þá frá brjóski. Byrja sem brjóski í fóstrinu og þroskast í öðru brjósku. En þessi húðbein, eða dermal bones, mynduðu nokkurs konar svona ytra stoðgrindarlag eða varnarlag á frumstæðum kjálkalausum hryggdýrum, en í dag finnast bein með þennan sama uppruna í höfuðkúpunni. Og í frumstæðum hryggdýrum mátti þið gjarnan finna innri brjóskgrind og þá svona ytri dermalgrind. En beinfrumur, sem að kallast þá líka osteocytes, þær sem sagt hafa enn annað hlutverk og það að viðhalda beinvefi ytra lagi beinsins, og það að segja í börkinu. Þær tengjast og eiga í samskiptum í gegnum smágöng í beininu. Þessar beinfrumur, eða osteocytes, eru umluktar beinvef á meðan aðrar beinmyndandi frumur, eins og osteoblast sem við töluðum áðan, þær eru ekki umluktar beinvef, en þær eru mjög virkar, osteoblast eru mjög virkar í framleiðslu á nýju hydroxyapatite, en aftur á móti beinfrumurnar þær eru svona að sjá viðhalda beininu og halda til þarna inn á milli beinvefja. Eða útfellinga af þessu hydroxyapatite. Og ef að osteoblast fruma yrði umlukin hydroxyapatite og beinvefnum, að þá hún komin með nýtt hlutverk í rauninni og orðin osteocyte eða beinfruma. Svo það frauðbeinið sem að þið sjáið hérna á þessum hluta hér. Frauðbeinið það létt í hlutfalli við yfirborðið
og gerir beinið léttara og sveigjanlegra, en á móti þá það aðeins brothættara heldur en ef það hefði verið þétt bein alveg í gegn. Og við frauðbeinið þar liggur svo beinmergurinn. Nú ætlum við að kíkja á þroskun tanna. Og tennur eru eins og ég nefndi áðan, þær eru afleiður húðarinnar. Og það sem þið sjáið hérna er þessi dermal papilla, leðurtota. Og hér út frá útlaginu þroskast þetta byrjunarstig tannanna. Og hérna ef við kíkjum aðeins inn í þetta lag, hérna inn í frumunum, sem að kallast amyloblast, það eru glerungsmyndandi frumur. Og hérna niðri